Loftslagsmál, stærsta vandamálið sem mannkynið þarf að takast á við á þessari öld. Þegar ég segi mannkynið þá ég ekki bara að tala ríkisstjórnir og aktivista, heldur þá ég líka að tala fyrirtæki, einstaklingar og stofnanir. Það margir sem sjá loftslagsmálna sem einhvers konar ógn að það þurfi bara að stíga skref tilbaka, hætta öllum rekstri og hætta alveg að menga. En ég sé það ekki alveg þannig. Ég sé þetta sem tækifæri í nýsköpun. Því að við sem mannkyn þurfum bara í alvörunni að breyta öllum okkar lifnaðarháttum. Og í því eru gríðarleg tækifæri fyrir þá sem vilja. Ég tel að öll fyrirtæki ættu að skipta yfir í grænan rekstur út af 3 ástæðum. Númer 1, umhverfisvæni markaðurinn að stækka svo hratt og neytendur sem kjósa alltaf græn fyrirtæki og grænar vörur að fjölga rosalega hratt. Það alveg örugglega eitthvað sem þitt fyrirtæki getur gert til þess að skipta yfir í grænan rekstur þótt það sé að skipta yfir í pappaumbúðir í staðinn fyrir plast eða kolefnisjafna sig eða eitthvað, þá það strax mjög gott forskot inn á markað. Númer 2. Út af pressu frá loftslagsaktivistum og til dæmis loftslagsverkfallsins sem ég búin að vera að taka þátt í, þá ætla ég að spá fyrir það að ríkið sé frekar að fara að minnka kolefnislosunarheimildir heldur en að auka þær. Þannig að ef þitt fyrirtæki nú þegar bara að losa geðlítið kolefni, þá þarft þú ekkert að hugsa það og ert í engum vandræðum. Númer 3 að þessi gamla Friedman heimspeki það að eina markmið fyrirtækisins ætti að vera fjárhagslegur ávinningur dálítið að deyja út. Það ekki lengur bara rétt út af samviskunni að hugsa loftslagsmál, heldur það núna farið að vera mikilvægt til þess að fyrirtækið komist lífs af og geti lifað af þessa byltingu sem að eiga sér stað. Líka það að taka inn markmið sem tengjast ekki bara peningum inn í stefnu fyrirtækisins mun hvetja alla starfsmenn svo rosalega mikið til þess að vinna og vita að þeir séu þá að vinna til þess að bæta heiminn, ekki bara fyrir fjárhagslegum ávinning. Það svo mikið af vandamálum í dag sem þurfa á nýsköpun að halda. Ég man þegar ég var að taka þátt í Ungir frumkvöðlakeppninni fyrr á þessu ári, þá var að minnstakosti helmingur af þeim flottu viðskiptahugmyndum þar tengdar umhverfismálum. Þetta það sem allir að tala um. Að lokum, nýtið ykkur unga fólki sem stútfullt af hugmyndum, lausnum og drifkrafti fyrir umhverfismálum. Og svo líka svo mikill meðbyr núna á samfélagsmiðlum og í umræðunni og alls staðar fyrir umhverfismálum og þið þurfið núna að keyra allar umhverfisvænar lausnir á milljón.